Hæ, ég heiti Viktoría, ég er verkfræðingur og hef starfað stöðum umbótum með Lean næstu 10 ár. Ég kenni mikið og meðal þess sem ég kenni er hvernig á að setja töflur og innleiða þær inn í fyrirtækið. Og í þessu myndbandi það langar mig að fara yfir hvað eru algengustu spurningarnar sem ég er spurð. Fyrsta spurningin sem ég er mjög oft spurð er: þarf að vera innleiða Lean í öllu fyrirtækjunum mínu til þess að ég geti sett upp töflu? Og svarið er nei. Þú getur alveg byrjað að innleiða þína töflu fyrir þitt heimi, jafnvel fyrir þig sjálfa, án þess að fyrirtæki sé í fullri innleiðingu. Og oft er það bara betra að þú byrjir og síðan sjá aðrir betur hvað er hún að gera og þannig getur snjóboltinn byrjað. Hvaða gerðir af töflum eru til er önnur mjög vinsæl spurning. Og í rauninni ef þið googlið Visual Management Board þá sjáu þið endalaust magn af töflum. Ég hef flokkað þetta niður í ákveðna flokka fyrir mig. Og númer 1 þá er þetta mælikvarðatöflur eða árangursmælikvarðatöflur og þá er þetta að taka stefnuna og drillinu niður alveg niður á levelið, þannig að þá þarf allt fyrirtæki að vera með í þessu. Síðan er það verkefnatöflur, þá er teymin með eitthvað verkefni sem verður að fylgjast með og passa að boltarnir detti ekki og jafna álag á starfsmenn. Síðan er það umbótatöflur þar sem starfsmenn geta komið umbótahugmyndir og sjá hvar hún er stödd og slíkt. Síðan er það ferlatöflur, þá er maður að fylgja í rauninni prósessinu og hvað er að gerast. Svo eru upplýsingatöflur og það eru til blöndur af þessum töflum og svo framvegis. Þannig að í rauninni skiptir ekki máli hvernig tafla er til, heldur meira hvað viltu fá fram með töflunum þínu. Sem leiðir mig að næstu spurningu hvernig á taflan að líta út og það er til endalaust magn af töflum og það er engin rétt eða röng. Það sem skiptir máli er að þessi rétta taflan fyrir ykkur. Þess vegna hvet ég ykkur til að fara og skoða hvernig töflur eru þar, en í staðinn fyrir það að kópera eitthvað og gera nákvæmlega eins, að hugsa betur hvaða vandamál eru að reyna að leysa og hvernig getur taflan hjálpa okkur að varpa því fram þannig að það sé augljóst. Síðan er það klassíska spurningin: má þetta vera í tölvunni eða verður þetta vera upp á vegg og hvar á hún að vera staðsett? Ég persónulega er alltaf hrifnari að hafa þetta upp á vegg vegna þess að ég vil að fólk geti labbað framhjá og geti alltaf séð stöðun á því sem er í gangi. En ef að teymið þetta þannig að það notar mjög mikið rafrænt eða því drift á marga staði, þá kannski meika meira sens fyrir ykkur að hafa rafræna töflu. Og þá er hægt að nota tól eins og Trello og hitt og þetta af alls konar fríveri sem er hægt að nota. En ef þið getið þá mæli ég með því að hafa hana upp á vegg. Þá eru margir sem segja mér: það er ekki neitt veggjaplás. Ég hef sett á gler, ég hef sett á hurðar, ég hef tróðið töflum allstaðar. Það er bara að vera hugmyndaríkur með það. Tafla mín virkar ekki, hvað á ég að gera? Það eru mjög margir þegar ég fer og kenni Lean og ég tala um töflur að þá segir fólk mér: já, ég veit töflur, þetta er bara guli post-it með þær sem eru að detta niður. En ég segi, ef taflaðin virkar ekki, farðu í smá vandamálagreiningu. Hvað ætluðu það ná fram og hverju náðu þið fram og hver er munurinn þarna á milli og reynið að breyta töflunni út frá því. Þegar ég er að búa til töfluna mínar þá er þetta bara allt á pennum og ég ger ekki neitt fínt fyrir að taflan búin að virka í nokkra mánuði vegna þess að taflan mun breytast. Þetta er ekki meitlaði stein og þið eru bara komið tilgátur, prófum þetta og prófum hitt. Svo prófið það, ef það virkar ekki þá lægið það að sjálfsögðu. Þið viljið geta komið að töflunni og séð hver er staðan núna, hvað er að gerast, hvernig er ég að bregðast við. Og það skiptir engu máli hvernig tafla það er. Þetta er alltaf það sem þú vilt hugsa. Sé ég stöðuna, erum við að vinna að tapa, hvað er ég að gera ef við erum að tapa? Gangi ykkur vel að setja upp töflu, ég hvet ykkur til að gera það og ef þið er eitthvað feiminu að gera þetta á vinnustaðnum þá er hægt að gera þetta heima þessu líka. Ég hef með nokkrar töflur hérna heima, þannig að gangi ykkur vel.